Við ætlum að kíkja á hvernig að hanna strigamyndir í Pixel Designer Online. Við byrjum á því að fara inn á heimasíðuna. Þar að finna upplýsingar strigamyndirnar, stærðir og annað. Við byrjum á því að velja hvaða stærð við ætlum að búa til. Næst skráum okkur inn. Og þá fáum við hérna valmöguleika að velja eina mynd. Við gerum það og náum í eina mynd af tölvunni. Hlöðum henni upp og hún birtist strax. Við sjáum hérna rauðan ramma og svona skikkt svæði hringinn í kringum. Þetta er svæði sem að mun vera brotið utan kantana á strigamyndinni. Þannig að það sem er fyrir innan ramman það er svona sérð framan á. Ef við viljum sníða myndin eitthvað til, þá getum við farið hérna og valið sníða og við getum til dæmis fært þetta örlítið til hliðar þannig að eyrað skýrist ekki af á kantinn. Hægt er að breyta mynd, setja inn aðra mynd. Hérna er fín mynd sem er greinilega í aðeins svo lítið upplausn. Ef þessi melding kemur þá er það í lagi í flestum tilfellum af því að stríin er það grófur. Það væri annað máli ef þetta væri ljósmynd. En ef við sjáum eitthvað of lélega upplausn þá munum við bara hafa samband við þig. Ef við getum sniðið þessa mynd eins og áðan, minnka hana örlítið. Við fáum að njóta sinna aðeins betur og þá er þetta hérna brotið upp á kantinn og við getum núna séð sýnishornið hvernig það eftir að líta út. Við getum farið strax í að banta strigamyndina eða haldið áfram að venja henni. Við getum vista þetta hvenær sem er. Og haldið áfram seinna með að fara inn á pöntun.pixel.is. En við ætlum að ganga núna frá pöntuninni. Við fáum meldingu á að upplýstin sé ekki í lagi. Við ætlum samt að halda áfram og staðfestum það. Þá erum við komin hérna inn á pöntunina. Við setjum inn fjöldan ef við ætlum að panta fleira en eina mynd og við færum verðið. Þá getum við haldið áfram og valið hvernig við viljum fá pöntunina afgreidda. Það er hægt að sækja eða fá sent. Ef við veljum að fá sent þá þurfum við að staðfesta að heimilisfangið sé rétt. Þá getum við haldið áfram. Næst er komið að greiðslu og þegar henni er lokið þá færðu staðfestingu með tölvupósti og síðan færðu aftur staðfestingu með tölvupósti þegar pöntunin er tilbúin hjá okkur. Ég vona að þetta hjálpi ykkur eitthvað og gangi ykkur vel að hanna.